Keflvíkingurinn Magnús Jón Kjartansson lifandi góðsögn í íslensku tónlistarlífi. Hann kenndur við Beatla-kynslóðina sem spratt upp í Keflavík í kjölfar hljómsveitarinnar Hljóma en ungur árum fluttist hann frá Keflavík sökum vinnu sinnar sem tónlistarmaður. Lengi vel bjó hann í Hafnarfirði en hann og Sirri konan hans ákváðu að venda kvæði sínu kross fyrir 10 árum og settu stað í sumarbústaðabyggðinni í Grímsnesi rétt hjá Selfossi. Ég búinn að búa hérna í yfir 10 ár og ég og konan mín tókum þessa ákvörðun því að við höfum verið hér með land og verið að rækta og foreldrar hennar eru með land hér við hliðina og eitt leit af öðru og við byggum á 3 hæðum í Hafnarfirði. Já, áður en þið fluttuð hingað. Áður en fluttum hingað, tókum bara ákvörðun að búa til okkar elliheimili á einni hæð og byggðum hérna hús í bankahruninu og notuðum tækifæri þá var hægt að fá alla fyrirgreiðslu hjá öllum og iðnaðarmennirnir spruttu upp úr jörðinni. Lítið vandamál að fá iðnaðarmenn þá. Þannig að það var ósköp hérna notalegt. Við vorum svo heppin að fá alveg frábæra stráka og menn til að sjá þetta fyrir okkur. Og já, við hikuðum ekki neitt. Og byrju, þetta hvað ertu lengi að keyra inn á Selfoss? Ég 10 mínútur eitthvað svoleiðis. 10-12 mínútur ég á gólfi í Krónunni eða annars staðar. Þannig að stutt í alla þjónustu, mjög góð þjónustu. Já. Og færið og annað hefur verið bara nokkuð góð þó að ýmislegt hafi gengið á í vetur. En það hefur oft gengið á veturnar á Íslandi þannig að maður bara lætur sér ekkert bregða. Þú varst ekkert svo eini sem lendir í því? Nei. Ég var einu sem kvartaði aldrei, af því að ég hugsa alltaf snjór, var eitthvað sem maður lék sér í þegar maður var krakki, óð upp að hnjám til að komast í skólann og fór heim í hádeginu til að borða og óð svo aftur af stað. Aftur út í snjóinn? Já, svo var líka gaman að teika í þessu, það var vinsælt í Keflavík. Og væntanlega mjög hentugt að búa hérna, þú ert mikill hestamaður. Já, það nú. Það skal alveg viðurkennt að svona hestarómantíkin spilaði inn í þetta og kannski ekki síðast það að ég fékk aðstöðu fyrir hestana mína hérna í miðing í bænum sem hérna hinum við Biskupstungnabrautina. Yndislegt fólk þar sem aðstoðaði mig og Sirri og hérna og við áttum góðar stundir með og eigum enn á og til. Og það var svona eiginlega ástæðan fyrir því að við bara tökum af skarið og flytjum hingað og höfum ekki upplifað okkur nema velkomin og njótum þess verulega bæði þess að vera hér í þessari fallegu náttúru og svo náttúrulega líka allur sá félagsskapur sem hér í sveitinni. Já. Og yfir sumarið þá ertu með hestana bara hérna? Þá ég með hestana hérna hjá mér eða á túnni sem ég hef hérna. Já. Þeir verða nú að fá eitthvað smá grænt hestagrey. Já. Og hvað ertu að fara oft á bak yfir sumarið í viku? Hvað myndirðu halda svona meðaltali? Ég veit það ekki. Það kemur eftir því hvað maður að gera. Já. En ef ég hérna heima þá reyni ég nú að fara einn hring. Það þarf að hreyfa þessar skepnur og halda þeim í formi og skaffa þeim félagsskap. Jú. Leið og þeir skaffa mér félagsskap. En góð, þú ert líka með stúdíó, bara hljóðver hérna úti. Nei, það kallast nú ekki stúdíó. En ég hérna með svona smá það sem á ensku kalla man cave. Man cave. Já. Hérna úti þar sem ég hef og fæ að vera í friði og með svona dótið mitt í kringum mig.
Og svona getur allavega tekið upp píanó, eða ekki? Þitt Jú, píanó og ég get hljómborð. tekið upp eitt og annað og svona unni mína svona nauðsynlegustu vinnu. Já, En það jafnast ekkert á við að vera að vinna í góðu stúdíu og með gott fólk í kringu sig. Það ekkert sem jafnast á við það. Það var ekki hægt að sleppa Magga án þess að rifja aðeins upp frá tónlistarferlinum. Hann sagði okkur frá skemmtilegri æskuminningu með móður sinni þegar hann var að byrja að læra á píanó og hlusta á tónlist. Og skildi Maggi ennþá stíga dans við skáldagyðuna? Jú, ég var búinn að vera að sitja við píanó heima alveg frá því ég var krakki. Já, var píanó heima þér? Og mamma lærði píanóleikari. Sko. Já, ok. Þannig að hún sagði nú ekki mikið þetta, en píanó var inn í stofu og á og til opnaðist hurðin og sagði, heyrðu Maggi, sérðu, viltu ekki prófa þetta? Og leiðrétti mig eitthvað aðeins þegar hún heyrði hvað lag ég var að reyna að spila eitthvað og svo bara lokaði hún og fór. Okay. Og einu sinni man ég eftir því að hún var að baka á laugardegi og ég hafði keypt Jimi Hendrix Electric Ladyland doppulalbum sem ég hafði verið að hlusta á og við lágum yfir þessu strákarnir maður. Og þegar ég var að hlusta á Hendrix þá náttúrulega ómaði þetta all íbúðina. Svo einhvern tímann á laugardegi mamma baka og það bara Óskar sjúklinga í útvarpinu og alltaf sömu lögin. Kalla mamma í mig og segir, Maggi, getur ekki sett þennan Sverting á sem að var að spila þarna á gítarinn? Hann helvíti góður. Ég gleymi því ekki. Þetta var stórt moment. Mamma að biðja mig að setja Jimi Hendrix á. En skáldgyðjan eða skáldagyðjan, veit ekki hvort maður segir, er hún ennþá sveimandi yfir þér? Nei, það langt síðan hún fór ef hún kom eitthvað tímann. En það er nú bara þannig með mig, ég hef eiginlega aldrei samið neitt nema að ég hef þurft að gera, nema út af þrýstingi, einhver staðar. Það er ekkert að andinn komi yfir þig? Nei, ég sitt ekki heima hjá mér og svíf í drauma heimi. Nei. Ég vildi ég gæti það. Það er bara þegar pressan er á þér þá semurðu? Já, þá verður maður bara yfirleitt að vera bara snöggur að koma með eitthvað og gera það bara. Ég meina, hvernig eitt frægasta lag, sagan er nú góð á bak við það, og áttir ekki að semja fyrir Villaheitin? Jú, hún er... Og það var ekkert að gerast hjá þér fyrir en hann mætti og þá fórst í felur og sandir? Já, það varð að redda því í kvelli. Lagið Lítill drengur? Já. Og það fættist bara svoleiðis? Já. Það þurfti bara að gera lag í kvelli. Já. Hvað er síðasta lag sem þú samdir? Það hef ég ekki hugmynd Ég man það ekki. Ef þú yrðir að reyna að rifja þig, hvað myndir þú halda? Ætli það hafi ekki verið með hljómsveit sem hét Skuggasveinar sem enginn hvorki veit hverjir eru eða hefur heyrt í og það er kannski ágætt og þar voru ég og Gunnar Þórðarsson og Vilhjálmur Guðjónsson og Árni Jörgensen og Haraldur Þorsteinsson og fleiri, alveg úrvalsgengi og tókum upp eitthvað og gerðum disk sem að svo tók upp á því bara að hverfa sjónum almennings og eyrum. Og hvað ár er þetta? Ég held að það hafa aldrei verið spilað eitt einasta lag í útvarpi eða neitt og það. Okay. Þetta var bara fyrir svona, 5 ár síðan eitthvað. Já. Það var sjálf sér alveg ágætt. Þetta var
andvanafætt. Það bara þannig. Ef einhver kæmi að þér í dag og nánast með byssu, nú verður þú að semja þitt besta lag. Myndirðu ná því í dag? Ertu ennþá með þetta í þér? Já, ég myndi reyna að bjarga mér. Já. Já, þannig að þú gætir það. Já, það hugsa ég. Já. Þetta er nú ekki nein geimvísindi, þó þetta séu svolítið vísindi. Já, fyrir suma held ég að þeim finnst þetta að vera meir en geimvísindi. Já, það er kannski misjafnt. Já. En ég myndi reyna alveg eins og ég gæti að bjarga lífinu. Já, bjarga lífinu.